Mamma átti afmæli og hún var með boð fyrir nágranna og vinnufélaga. Klukkan var orðin margt svo ég og bróðir minn fórum í háttinn. Þegar ég var alveg að sofna heyrði ég að einhver kom upp stigann. Hurðin opnaðist og þar stóð einn af vinum mömmu. Hann lét mig gera hluti sem ég skammaðist mín fyrir, hluti sem ég vildi ekki segja neinum frá. Þegar hann var farinn fram heyrði ég hann opna dyrnar að herbergi bróður míns. Nokkrum vikum seinna voru við bróðir minn að horfa á fréttirnar í sjónvarpinu og þar var byrjað að tala um kynferðislegt ofbeldi. Þar var sagt að til sé fólk sem vill misnota líkama barna á kynferðislegan hátt, beita börn kynferðislegu ofbeldi. Það er víst líka til fólk sem vill græða peninga á því að beita börn kynferðislegu ofbeldi. Það er kynferðisleg misneyting. Daginn eftir var ég enn að hugsa um það sem ég sá í fréttunum og því safnaði ég kjarki til að segja kennaranum mínum frá því sem kom fyrir mig og bróður minn. Kennarinn minn sagði að það þurfi hugrekki til að tala um þetta og að það sé mjög mikilvægt. Þetta getur komið fyrir bæði stráka og stelpur og það er einföld regla að muna að það sem er undir nærfötum þínum er þitt einkasæði og enginn má láta þig gera eitthvað sem lætur þér eyðileggja eða þú skammast þín fyrir. Kennarinn minn útskýrði að þetta hafi ekki verið mér að kenna og að það hafi verið rétt hjá mér að segja henni frá þessu. Ef þetta kemur fyrir þig eða einhvern sem þú þekkir skaltu tala við einhvern sem þú treystir. Kennarinn minn sagði að það mikilvægasta væri að við systkinin myndum hafa hjálp til að komast yfir það sem gerðist og finnast við vera örugg aftur. Ég veit að maðurinn sem kom inn í herbergið mitt mun ekki vinna mig eða bróðir minn aftur og ekki heldur önnur börn. Í landinu þar sem við búum hafa verið gefin ýmis loforð að tryggja öryggi barna í samningi sem er kallað Lanzarote-samningurinn. Fyrsta loforðið er að börn sem leita sér hjálpar verði tekin alvarlega. Annað loforðið er að stöðva fullorðna sem beita börn kynferðislegu ofbeldi eða kynferðislegri misneytingu. Þriðja loforðið er að börn sem hafa verið beitt ofbeldi fá hjálp við að ná bata. Ef þú eða einhver sem þú þekkir er í hættu skaltu segja einhverjum sem þú treystir frá því. Ef þú veist ekki hvert þú átt að leita skaltu hringja í 112 og ekki gleyma því að öll börn eiga rétt á því að vera vernduð og örugg.